Jæja, vinir, heils ykkur í Jesú nafni. Yfirskrift mín í dag þeir munu sjá ásjónu hans. Og ég mun koma að því síðar hvaðan ég hef þennan titil eða fyrirsögn. En hér verið að vísa til þess að við munum dag einn líta Guð, augliti til auglitis. Hvernig munum við bregðast við því? Verður það ánægjuleg samskipti? Oft það þannig að ef við höfum komið illa fram við einhvern, þá viljum við alls ekki horfa framan í viðkomandi. Verður það þannig þegar við fáum að sjá ásjónu Guðs? En áður en við förum þangað, þá langar mig að við byrjum á að fara yfir í frásögnuna því sem átti sér stað eftir síðustu kvöldmáltíðina. Eftir að Jesús hefði gefið lærisveinunum að kalegnum og brauðinu. Við fara þangað. Finnum það í Matteus 26, 30-35. Að þegar þeir höfðu sungið lofsöngin, og þessi lofsöngur sem þeir sungu hluti af safni sálma sem hefðbundið var að syngja Passover eða páska, eins og við þekkjum það. Sálmarnir 113 til 118 sem þessi sálmar þeir fanga frelsun Guðs og trúfesti. Og andrúmsloftið samt spennu þrungið þegar þeir syngja þarna saman. Það sem að Jesús hafði sagt fyrir að einn þeirra myndi svíkja hann. Hann sagði þeim líka að hann yrði tekinn af lífi, þó að þeir skildu það ekki þá. En þetta svona hjartnæm stund sem þeir eiga saman og syngja saman, rétt áður en að atburðir píslagöngunar hefjast. Og þegar þeir hefðu sungið lofsönginn, fóru þeir til Olíufjallsins. Og þá segir Jesús við þá, á þessari nóttu muni þeir allir hneykslast á mér. Því að ritað ég mun slá hirðin og sauðir hjarðarinnar munu tvistrast. Hann að vísa í Sakkaría 13:7 sem segir nákvæmlega þetta sama. Og síðan segir, en eftir að ég upprisin muni fara á undan yfir til Galileu. Hér segir hann þeim að hann muni rísa upp, sem ætti að segja þeim að hann verði tekinn af lífi, en þeir skildu það ekki. Þeir voru enn að sjá þetta þannig að Jesús myndi koma á stofn jarnesk ríkis Ísraels, eins og flestir byggust við af Messíasi á þessum tíma. Það að Jesús myndi deyja var óhugsandi í þeirra huga. Orðavalið sem Jesús notar, það gefur alveg kost á að túlka þetta á ýmsa vegu. Eins og þannig að hann sé að tala að fara til Galileu eftir að hann vakni af svefni. Því að frumtextin gefur alveg það til kynna líka, tilefni til þess að túlka það þannig. Og þess vegna hefur þeim ekki komið til hugar að hann væri að tala dauða sinn. En Jesús segir hér fyrir að þeir munu allir tvistrast. Pétur var nú ekki alveg á því. Hann var tilbúinn að fórna sér til að sjá ríki Guðs verða veruleika. En hann hafði ekki enn réttan skilning á hvað ríki Guðs snýst Og því segir hér í versi 33, þótt allir hneykslist á þér, skal ég aldrei hneykslast. Hann var staðráðinn í að standa með Messías, sama hvað gerðist. Eða svo hélt hann. Og Jesús sagði við hann, sannlega segi ég þér, á þessari nóttu áður en hani galar, myndu 3 afneita mér. En Pétur svarar, þótt ég ætti að deyja með þér, þá mun ég aldrei afneita þér. Og eins töluðu allir lærisveinarnir. Þeir voru allir tilbúnir að standa með honum sama hvað. En þeir gerðu sér enga grein fyrir hvað var það bil að fara að gerast. Og svo lesum við þarna 40 versum neðar í sama kafla. En Pétur satt út í garðinum, þar kom að honum þerna ein og sagði, þú varst líka með Jesú frá Galileu. Æ, hann satt þarna í garðinum. Pétur hafði án efa engum minna hugrekki en hver annar. En hér hafði hann ekki enn þurft að sýna fram á neitt hugrekki. Hann hafði ekki enn verið dreginn fyrir dómstól, fyrir æðsta prestin eða
eða þurft að þola hótanir að vera tekin að lífi með ofbeldi. Hann skelfur fyrir rödd konu og afneitar þegar í stað meistara sínum. Hann sem hafði stuttu áður talið sig vera hugrakkan hermann fyrir Krist, jafnvel allt til dauða. Við sjáum hér að við getum álitið okkur vera hugrakkar hetjur og tilbúin til að standa öflugar árásir, en síðan brugðist þegar aðeins skuggi átakanna fellur á okkur. Og þarna birtir Guð Pétri hans eigin veikleika, svo hann hætti að treysta á sín eigin gæði og leggi allt sitt traust á Krist. Hefði Pétur haft fullt traust á Kristi en ekki á sitt eigið hyggjuvit, hefði hann verið ósigrandi virki. En nú var hann varnarlaus og skelfur, jafnvel þegar hann víðsfjarri nokkur í raunverulegri hættu. Og eins og við sjáum þegar við lesum áfram, það segir að því neitaði hann svo allir heyrðu og sagði, ekki veit ég hvað þú ert að fara. Gekk inn í fordyrið og þar sá hann önnur þerna og sagði við þá sem þar voru, þessi var með Jesú frá Nasaret, en hann neitaði sem áður og sór þess eið að hann þekkti ekki þann mann. Og litlu síðar komu þeir þar stóðu og sögðu við Pétur, víst ertu líka einn af þeim, en það segir málfæri þitt til þín. En hann sór og sárt við lagði að hann þekkti ekki mannin og leið gól hani. Og Pétur minntist þess þegar Jesús hafði mælt, áður en hani galar myndu þrisvar afneita mér. Og hann gekk út og grét beisklega. Hann gjörsamlega brást, ekki fyrir neinni raunverulegri ógn, heldur fyrir konum sem ásökuðu hann ekkert meira en það að þekkja Jesú Krist. Skömm og niðurlæging fylltu hjarta hans. Hvernig mun hann geta staðið frammi fyrir ásjónu hans sem hann hefur svo aumlega brugðist? Flestir kannast við það hvernig það að standa frammi fyrir einhverjum sem við höfum brugðist. Við viljum ekki horfa framan í viðkomandi. Við getum ekki einu sinni hort á þann sem við höfum brugðist. Og Jóhannes gefur okkur merkilega frásögn af því hvað gerist þegar þeir hittast á ný. Finnum það í Jóhannesar Guðspjalli, kafla 21 og versjónu 15-17. Að þegar þeir höfðu matast, sagði Jesú við Símon Pétur, Símon Jóhannes, elskar þú mig meira en þessir? Og hann svarar, já drottinn, þú veist að ég elska þig. Pétur hafði lýst yfir að hann bæri meiri ástútu Krists en hinir. Hann hafði verið ákafari í að játa vináttu og kærleika en okkur hinna og enginn að Júdasi undaskildum hafði brugðist honum meira. Og þar sem hann hafði áður gefið í skyn að tengslans við meistara sinn væri meiri en hinna, þá spyr Jesús hann nú, elskar þú mig meira en þessir? Og Pétur svaraði af hóvarð, þú veist að ég elska þig. En hann stæris ekki af kærleika sínum, nei ber hann sig núna saman við hina. Hann hafði áður hafið sig yfir hina þegar hann sagði, þótt allir hneykslist á þér, þá mun ég aldrei hneykslast. Hann gerir það ekki núna. Hann hafði nú lært af hræðilegri reynslu að sá sem treystir sínu eigin hjarta heimskur. Og Jesús sagði við hann, gæt þú lampa minna. Og Jesús sagði aftur við hann öðru sinni, Símon Jóhannes, elskar þú mig? Og hann svaraði, já drottinn, þú veist að ég elska þig. Og Jesús segir við hann, ver hirðir sauða minna. Og hann segir við hann í þriðja sinn, Símon Jóhannesson, elskar þú mig? Og Pétur hryggðist við að hann skildi spyrja hann þriðja sinni, elskar þú mig? Og hann svaraði, drottinn, þú veist allt. Þú veist að ég elska þig. Og Jesús sagði við hann, gæt þú sauða minna. Það er merkilegt að í þessum þremur spurningum notar Jesús alltaf orðið agapao, sem þýðir að elska ástúðlega, ákaft fullkomlega. En Pétur svarar hins vegar alltaf með því að nota orðið phileo,
sem þýðir að elska, að þykja væntum, að virða, að finna til vináttu gagnvart. Eins og hann hafi sagt: Pétur, elskar þú mig heitt og ákaft? En hann svarar Drottinn: Ég fyndi kærleika til þín, ég met þig mikils, en ég þori ekki að segja meira að þessu að svo stöddu. Hann upplöfði skömmina af að standa frammi fyrir ásjónu hans sem hann hafði brugðist. En þrátt fyrir það mætir Jesús honum af meiri kærleika en hann hefði getað vonað. Einn daginn munum við standa frammi fyrir ásjónu Jesú. Munum við þá vera niðurlút. Ég vil geta hort í andlit hans. Hvað með þig? Við lesum þetta í Åpenbarunarbókinni 6:14-17. Þetta eru viðbröðin sem við viljum ekki þurfa að sýna. Það segir: Og himinninn sviftist burt eins og þegar bókfell verst saman, og hvert fjall og ei færðust úr stað sínum, og konungar jarðarinnar og höfðingjar og herforingjarnir og auðmennirnir, mektarmennirnir, og hver þræll og þekkt fólu sig í hellum og hömrum fjalla. Og þeir segja við fjöllin og hamrana: Hrynjið yfir oss og fellið oss fyrir ásjónu hans sem í hásætinu situr, og fyrir reiði lambsins, því að kominn er dagurinn, hinn mikli dagur reiði þeirra, og hver mun geta staðist? Við viljum ekki þurfa að bregðast svona við, það? En þetta munum vera viðbrögð flestra á jörðinni á þessum tíma. Þeir geta ekki hort á ásjónu hans. Og taktu eftir að þeir fela sig fyrir ásjónu Jesú. Þeir kalla á fjöll og hamra og falla á þá, því þeir geta ekki hort framan í hann. Og spurningin er: hvers vegna? Hvers vegna geta þessir einstaklingar ekki litið ásjónu Jesú? Hvert er skilyrðið fyrir því að geta hort án þess að fela sig? Vegna þess að ég vil geta hort á hann þegar hann kemur í skýjum himins. Ég vil ekki þurfa að hlaupa frá nærveru hans. Hvað ef Jesús myndi birtast hér í dag? Hver væri viðbrögð þín ef hann birtist hér og nú? Og það merkilega er að hann er sagður hér vera lamb. Það virðist vera svo öfugsnúið. Reiði lambsins. Lamb sem er svo skelfilegt að allir fela sig. Það er ekki reiði hins ógulega grimma ljóns. Nei, það er lamb Guðs. Lambið birtist og allir hrópa í örvæntingu. Komdu mér út hérðan, því að við getum ekki hort á ásjónu lambsins. Hvers konar ástand er það? Hvað þarf að gerast til að við getum hort á ásjónu Guðs? Förum í 2. Mósebók 33, 18-20. Þar segir að Móse sagði: Lát mig þá sjá dýr þína. Og hann svaraði: Ég vil láta allan minn ljóma líða fram hjá þér, og ég vil kalla nafnið Drottinn frammi fyrir þér, og ég vil líkna þeim sem ég vil líkna og miskunna þeim sem ég vil miskunna. Og enn sagði hann: Þú getur eigi séð augleit mitt, því að engin maður fær séð mig og lífi haldið. Móse þar á Sínaífjalli heldur hefur dirfsku til að biðja Guð að birta sér. Og hann er hér að fara að taka á móti boðurunum 10. Og Móse er þar að tala við Guð og greinilega gat hann ekki séð Guð. Og því kemur hann með þessa djörfu beiðni og segir: Vinsamlega sýndu mér dýr þína. Sem þýðir í raun að hann vill fá að sjá Guð. Hann vill fá að horfa á hann augliti til auglitis. Hann vill ekki bara hlusta, hann vill horfa. Guð gat það ekki, því þá hefði Móse brunnið upp til ösku. Því eins og segir þarna: engin maður fær séð Guð og lífi haldið. Og hér er vandamálið: Guð vill eiga samfélag við okkur, auglitis til auglitis. Það er ekkert samfélag nema við getum hort á hvort annað. En hann getur það ekki, því ef hann sýnir sig deyjum við. Og þetta er þemað í gegnum ritninguna. Guð vill koma nær. Hann vill eiga þetta samband við okkur. En hann getur það ekki
því að ef hann birtist okkur þá deyjum við. Og svo í þessu samtali við Móse á Sínaífjalli þá aðlagar Guð sig að þessum aðstæðum. Í stað þess að Móse fengi að sjá ásjónir Guðs, þá fekk hann að horfa á bakið á Guði. Svo ímyndaður þetta. Þarna hann, gengur framhjá og segir, allt í lagi Móse, þú getur hort á bakið á mér. Og Móse horfir. Hann lítur á bak Guðs. Og hvað gerði svo þegar hann kom niður af fjallinu? Hann ljómar eins og lampi. Og Ísraelsmenn segja, leggið slæðu yfir hann. Við getum ekki hort á hann. Og það eftir að hann hafði aðeins séð bakið á Guði. Eitthvað breyttist eftir Eden. Því að í Eden gátu Adam og Eva átt auglitis til auglitis samtal við Guð. Rétt eins og við getum talað saman og hort á hvort annað. Guð var á meðal þeirra auglitis til auglitis. En eitthvað gerðist eftir fallið. Þau gátu ekki lengur litið Guð auglitis til auglitis. En Guð, hann vill aðlaga sig, hann vill brúa bilið. En hann þarf að gera það á ákveðinn hátt, svo að við brennum ekki upp af nærveru hans. Og þannig segir hann í 2. Mósebók 25:8, og þeir skulu gjöra mér helgidóm að ég búi mitt á meðal þeirra. Þessi helgidómur hefði 3 svæði, forgarðinn, hið heilaga, hið allra helgasta. Adam og Eva fyrir fallið upplöfðu hið allra helgasta. Þau gátu borið dýr Guðs án þess að deyja. En þú sér það í helgidóminum, þá færir Guð himnaríki niður. En hann þarf að aðlaga sig á ákveðinn hátt. Himinin kemur allaleg niður, en þarf að vera vafinn inn í klæði. Hann er vafinn í lín. Hann er hulinn. Og í Nýja testamentinu segir að líkami Krists sé fortjaldið eða hulan fyrir framan hið allra helgasta. Það er dálítið merkilegt. Með öðrum orðum, þetta er guðleg ráðstöfun. Dýr Guðs, eins og hún birtist í sáttmálsörkinni, hún nær allaleg niður, en hún er hulin í klæði. Guðdómur Krists, hann er hulin. Guð vill koma nær, hann vill eiga samtal, en hann getur það ekki vegna syndar. Og svo Guð segir, reistu mér tjaldbúð, því að ég vil koma nær. En þú mátt ekki horfa beint á mig, ég ætla að hylja það í lín. Og helgidómurinn ferlið við frelsunni mjög einfalt. Eden tapað, Eden endurheimt. Augliti til auglitis í Eden, það glataðist. Það verður endurheimt og helgidómurinn er leiðin að hásæti Guðs. Syndin í lífi okkar er vandamálið og helgidómurinn er lausnin. Helgidómurinn sýnir okkur hvernig Guð leiður okkur aftur til að geta haft samskipti við Guð, auglitis til auglitis. Forgarðurinn er réttlæting, frelsar okkur frá refsingu syndar, hið heilaga frelsar okkur frá valdi syndarinnar og hið allra helgasta hreinsar okkur af allri synd. Fyrirmynd af því hvernig Guð leiður okkur alla leið aftur að hásæti náðar sinnar, svo við fáum séð ásjónu Guðs. Viltu geta séð ásjónu Guðs? Viltu geta hort á hann auglitis til auglitis og ekki kallað á fjöllin og hamrana að hrynja yfir þig? Biblían segir í Mattheus 5:8, sælir eru hjartarhreinir, því að þeir munu Guð sjá. Sálmur 24, 3 og 4 spurði, hver fær að stíga upp á fjall drottins? Hver fær að dveljast á hans helga stað? Sá hefur óflekkaðar hendur og hreint hjarta. Og svo þarna í Hebreabréfinu 12:14, þar segir, stundi friði alla menn og helgun, því að án hennar var engin drottin litið. Helgun er skilyrði þess að geta litið ásjónu Guðs. Hugsið ykkur hversu djarft það er að líta ásjónu Guðs, að geta séð augliti Guðs. Hvaða tilfinningar berast í brjóstu okkar þegar við hugsum það. Ég mun aldrei vera nógu góður. Ég mun aldrei vera hæfur. En góðu fréttirnar eru til staðar þarna.
Því að það var aðeins einn einstaklingur sem gat farið inn í hið allara helgasta. Það var æðstipresturinn. Æðstipresturinn, hann hafði gullna plötu á enni sínu sem ástóð helgaður drottni, sem áhugavert. Það skilyrðið fyrir að geta litið ásjónu Guðs, að vera helgaður drottni. Hann var eini einstaklingurinn sem gat farið inn í hið allra helgasta. Hver æðstiprestur okkar? Jesús. Með öðrum orðum, eina leiðin sem við höfum aðgang til að líta Guð augliti til auglitis svo að Jesús helgi okkur. Og þú vilt komast inn. Helgun viðmiðið. Við þurfum að sækjast eftir helgun sem aðeins Jesús veitir okkur fyrir kraft Heilags Anda. Það ekki okkar verk, heldur hans. Það helgun sem fæst frá Jesú. Það hann sem sáttasemjari okkar. Hann ber þennan disk og þú kemst inn fyrir réttlæti hans. Þú getur ekki keypt það fyrir trú. Jóhannes 17, 15-19 segir okkur: Ég bið ekki að þú takir þá úr heiminum, heldur að þú varðveitir þá frá hinu illa. Þeir eru ekki af heiminum, eins og ég ekki af heiminum. Helga þá í sannleikanum. Þitt orð sannleikur. Ég hef sendt þá í heiminn, eins og þú sendir mig í heiminn. Ég helga mig fyrir þá, svo að þeir séu einnig helgaðir í sannleika. Leiðin til að geta séð andlit Guðs helgun. Og við hvílum í þeirri vissu að Guð, hann getur helgað okkur. Og við hvílum í þeirri vissu fyrir trú. Við teljum okkur geta helgað okkur fyrir eigið ágæti. Við teljum að við getum lagt eitthvað að mörkum okkur til frelsunar og unnið hana inn á einn eða annan hátt. En hér sjáum við að það sannleikurinn sem við finnum í ritningunni sem helgar okkur. Við hvílum í þeirri fullvissu að þó að við finnum ekki alltaf fyrir því, þrátt fyrir að ekkert sé verðugt í okkur sjálfum, þá ég myndur á að það réttlæti Krists og það máttur hans sem getur helgað mig. Og þetta ferlið þar sem við erum endursköpuð í mynd Guðs. Við erum eins og leir mótaður af skapar okkar. Hann mótar okkur í sína eigin mynd og við verðum eins og hann. Og hann segir, þau líta út eins og ég, velkomin inn í ríkið. Við þurfum ekki að finna fyrir því að við séum komin á áfangastað. Því þetta ferli sem á sér stað fyrir trú. Í síðara Korinthubrefi 3:18 okkur sagt hvernig við getum hort á ásjónu Guðs án þess að hlaupa frá nærveru hans þegar Jesú kemur í annað sinn. 3. kapli 18. vers. En allir við sem með óhjúpuðu andliti endurspeglum dýrð drottins, ummyndumst til hinnar sömu myndar frá dýrð til dýrðar, þetta gjörir andi drottins. Og ef þú lest samhengið í kringum þetta vers, þá sérðu að þetta að fjalla það þegar Mósi kom niður af fjallinu, eins og ég var að segja ykkur frá hér á áðan. Og þeir þurftu að hylja andlit hans. Þeir gátu ekki hort á hann. Og þess vegna segir hann með óhjúpuðu andliti. Hann hefur nýlega séð dýrð Guðs, Mósi þar að segja, hann hafði nýlega séð dýrð Guðs og þeir þurftu að hylja andlit hans. Og það var bara út frá því að horfa á bak Guðs, ekki andlitið. Og hér Páll að útskýra þetta þema og notar þessa líkingu til að lýsa ferlinu hvernig við breytumst. Og þess vegna segir hann, en allir við sem með óhjúpuðu andliti endurspeglum dýrð drottins, ummyndumst til hinnar sömu myndar frá dýrð til dýrðar. Með öðrum orðum, þú vilt vera tilbúin fyrir endurkomu Jesú, þú vilt geta staðið fyrir framan ásjónu Guðs án þess að vera mulin og ekki hlaupa frá nærveru hans. Sjáðu dýrð hans í dag. Í dag getur þú gert það fyrir náð hans, því dýrð hans hér. Orðið var hold og hann bjó með oss. Og á hverjum degi þurfum við að opna orð Guðs, rannsaka, íhuga nærveru hans. Því það sem Páll að segja, að þegar þú horfir á Jesú í gegnum orð hans,
þá það enn meira en að horfa á bakið á Guði á Sínai fjalli. Það þá sem þú sérð ásjónu Guðs. Þú horfir á andlit Jesú Krist. Þegar þú hugsar Jesú á hverjum einasta degi, mun fólk geta séð að þú hefur verið með Jesú. Viltu öðlast það fyrir hans náð? Þráir þú það? Viltu að það sé þannig að þegar fólk í kringum þig, þá það eins og, þú hefur verið á fjallinu. Þú hefur verið í nærveru Guðs. Þú hefur séð dýrð hans. 5. Mósebók kapli 6. Allir Ísraelsmenn í Gamla testamentinu stóðu upp á morgnana og sögðu þetta vers. Og Jesú vitnar í það í Nýja testamentinu einnig. Kapli 6, vers 4 og 5. Heyr Ísrael, drottin vor Guð, hann einn drottin. Þú skalt elska drottin Guð þinn af öllu hjarta þínu, af allri sálu þinni og af öllu mætti þínum. Hvernig lítur það út þegar þú lifir samkvæmt þessu af öllu hjarta? Þegar þú elskar Guð af öllu hjarta. Sá sem elskar Guð lítur svona út í versi 6-9. Þessi orð sem ég legg fyrir því í dag skulu vera þér hugföst. Þú skalt brýna þau fyrir börnum þínum og tala þau þegar þú ert heima og þegar þú ert á ferðalagi, þegar þú leggst til hvíldar og þegar þú ferð á fætur. Þú skalt binda þau til merkis á hönd þér og hafa þau sem minnisbönd á milli augna þinna og þú skalt skrifa þau á dyrastafi húss þíns og á borgarhlið þín. Hvernig veistu að þú elskar drottin Guð þinn af öllu hjarta þínu og allri sálu þinni og öllum mætti þínum? Þegar þú vaknar á morgnana, þá hugsar þú Jesú. Þegar þú borðar morgunmatinn þinn, þá ert að hugsa Jesú. Þegar þú ferð í gegnum daginn, þá hugsar Jesú. Og áður en þú ferð að sofa á kvöldin, þá snýst allt Jesú. Sá sem lifir þannig, elskar Guð af öllu hjarta. Þannig lítur sá út sem innsiglaður. Þeir sem ummyndast frá dýrð til dýrðar, frá degi til dags. Og þegar Jesú kemur í skýjum himins, þá erum við ekki að hlaupa undan. Við munum segja, sjá, þessi vor Guð. Við vonuðum á hann, að hann myndi frelsa oss. Og þegar Jesús kemur, segir Biblían, að við verðum eins og hann, því að við munum sjá hann eins og hann Lofsi Guði. Og Jesús kemur niður og segir, þeir líta alveg út eins og ég. Það ekki það sem við viljum heyra hann segja? Aðeins ef þú helgast honum, þá þegar hann kemur, munt þú líta út eins og hann og hann býður þig velkomin í ríki sitt. Amen.